náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn og kúl. Páll Þorgríms stoltur styrktaraðili Þvottahússins. Jæja, Snorri. Velkomin. Takk. Velkomin. Í Þvottahúsið. Já, takk. Takk fyrir boðið. Snorri Ásmundsson. Þetta ekki með eitthvað svona, ekkert gælunafn? Nei, sko, mamma sagði einhvern við mig sem barn, sko, að Snorri var svo gott nafn upp á að það er ekki þetta uppnefna það, sko. Nei. En ég reyndar kallaði mig alltaf Snorra hinn mikla þegar ég var unglingur. Af hverju? Ég var náttúrulega eitthvað svona draumur og gaur og ég var bjó til ríki sem hét Þessland. Bjó til tungumál og já, ég var strax byrjað. Hvað varstu gamall þarna? Ég er unglingur. Manst þú eftir svo? Já, þú mátt alveg tala við Fúsa. Nei, þetta var, ég veit það. Eru þið æskuvinir? Nei, við erum náttúrulega báðir frá Akureyri. Já, félag bara velkunnir bara frá því vorum unglingar einmitt. Já, einmitt. Það flottasta sem ég las frá þér svona, þig svona sem barn sem kannski svona lýsir svolítið áttinu sem þú ferð svo í, það er sko hvernig þú heilsaðir gömlum konum út á götu. Góðan daginn, mellaðinn. Góðan daginn, helvítis mellaðinn. Já, en þú segir þetta svo vinalega, ekki? Já, ég segi. Það var mjög kærleiksríkt, ekki? Jú. Kærleiksríkt ávarp. En þarna, ok, það kemur, þú ert eins konar gjörningslistamaður og ég hitti þig daginn hann niður í Rakt þar sem við vorum að refsa hann þyngdaraflinu. Þá segistu þú segist lifa á málaralistinni en í kjarnan ertu gjörningslistamaður. Já, það er svona ástríðan sko. Já. Það er það sko. En maður lifir ekki á því? Nei, maður lifir nú ekki á því en jú, það er náttúrulega jú, það er menn geta lifað af því en þetta er einhvern veginn ég þarf að brauðfæra mig á meðan ég anda, þannig að ég. En málaralistin þá, er þetta kvöð fyrir þér? Nei, alls ekki. Alls ekki saman? Alls ekki, nei, alls ekki. En ég held eins og að mín nánd við málverki er kannski ekkert endilega eins og marga sem að fara kannski í nám, sko. Því að þetta er svona, ég var mjög lunginn teiknari og svo á ég náttúrulega vini sem voru í myndlistarnámi voru að læra meðferð og annað með málingu og ég bara hafði ekkert áhuga á þessu, ég var bara svona, já þetta er málingin og liturinn úr fötunni og mála, ég var ekkert í neinum þannig pælingum. En samt einhvern veginn endar, eða svona ferðu þangað? Já, ég fer þangað, já. Okay. En ég er samt ekkert, ég er ekkert rosalega fróður um málingu og meðferð, sko. Ertu ekkert að snobba fyrir þessu? Svona... Nei, alls ekki, sko. Alls ekki. Nema þá að ég er ekkert að spara. Það er að segja, ég kaupi góða vanda striga og ég kaupi, því að mér finnst þetta bara eins og að kaupa, sko, já, þú ert að kaupa í matinn, þú kaupir lélegt ráðni, þá færðu bara ekkert endilega góða mat og ég held að það er bara sama með allt, ef þú leggur á alveg í hluti, þá færðu betri uppskeru, sko. En finnst þér, sko, það hlýtur að vera einhver uppspretta að gjörningnum og svo hlýtur að vera einhver uppspretta að málingunni. Er þetta ekki sama uppspretta? Ef þú grefur alveg inn í kjarnan? Þetta er ólíkt. Það er að segja, það er einhver annar kraftur sem að á sér stað, sko. Þegar ég er í gjörningi. Það er svona ég held að ég náttúrulega byrjaði að teikna og mála sem ungu drengur en ég var strax líka byrjaði að gera gjörninga sem barn og unglingur. Ég var strax byrjaði að augra umhverfinu með einhvers konar situasjón eða búa til einhvers svona situasjón sem meðal annars eins og þetta með gömlu konurnar og svona, sko. Þannig að maður var alltaf svona, hamra á ekkur svona. En þú hefur bara verið örugglega settur í greiningu bara í dag, eða þú hefur verið barn í dag? Jú, og ég meina móðir mín
spurði mig, hún var ekki mjög dominerandi, hún spurði mig, Snorri, viltu hitta sálfræðing, og hún spurði mig oftar en einu, svo ég segi, nei, ég hef ekki að hafa því. Þannig að það var það bara útrætt, sko. Okay. En finnst þú ekki geta ögra nóg með málingunni? Eða? Það er ekkert endilega máli, ég er ekkert... Hvað er þetta að gera með þessari málingu, eða? Já, mér finnst bara gaman að mála, bara eins og barni finnst gaman að lita, sko. Og fólki finnst það bara flott? Já, ég er mjög ánægð með myndirnar sem ég mála, sko. Svona flestar, sko. Ég er alveg, einmitt, ég er það, sko. En það er einmitt, ég hef aldrei almennilega látið þetta, sko, mætast almennilega, sko. Þannig, þetta er bara, þarna er hérna málverkið og svo er ég að gera eitthvað, það er bara allt annar frumkraftur sem á sér staði í gjörningi. En hvernig veistu hvernig þú stendur? Hvort þú vilt mála eða vera í gjörningi? Ertu skiplaði fyrirfram eða er það bara hausinn sem að bara... Nei, ég er rosalega latur að mála, sko. Okay. Og málverkið mín, kannski þekkju, þá er ég mjög fljótur að mála þessi málverk, sko. Það er að segja, þannig að tíminn sem að ég hef í að mála yfir árið er ekkert margir dagar, sko. Nei. Og það er kannski bara vegna þess að hausin er bara okkur neina og fulli í öll öðru líka, sko. Þetta er svona, já, ég er svona meira meðan í öðru, sko. Hann er alltaf í einhvers konar leik og talandi um það ögra, ég þarf líka fyrst og fremst líka að ögra sjálfum mér, sko. Það er vöxtur í því. Já. Mér finnst svona einhvern veginn stöðnun ekki vera í boði. Nei. En, sko, það sem mér leikur forréttni að vita, það er, sko, ég skrifa þarna hjá mér, þú virðist njóta þeim best við að stuða eða ögra. Svo spurningin hefur þetta alltaf verið svona, hvað er það eiginlega, sko, hvaðan kemur þessi ríka þörf fyrir að sprengja formið í tætlur, sko. Og sko, því það virðist ekki vera út frá eitthvað svona reiði í garð samfélagsins. Þú ert ekki haldin einhverju svona eyðilegging, þú ert ekki keyrður áfram að reiði. Nei. Það er eitthvað annað. Nei, en reyndar spurði ég mig mitt hérna Guðmund Odd vinn minn fyrir einhverjum árum síðan, sko. Og spurði hann svona forvið, hver er minn drifkraftur? Þá segir hann anger. Og ég var svona, hvað segir þú? Og ég átti þetta samtal anger, það tengdi enginn við það. Nei, en það er það er kraftur í reiðinni, það er kraftur í, það er að segja, þetta er, hérna, já, það er mjög, náttúrulega oft verður gjörningur til þegar ég hef fengið nóg. Það er að segja, ég svona pínu kannski, kveikjan á hann kannski bara svona... En er þetta ekki bara ótti við einmitt stöðnun? Sennilega. Og sko, stöðnun er fast form, sko. Já, það er bara vel orðað. Ég hugsa það sem máli, sko. Ég á rosalega erfitt með, hérna, allt sem er svona einmitt fast. Já, og fyrirsjáanlegt, sko. Já, og það sérðu allt í kringu þig. Já, einmitt. Helviti smellaðinn. Já. Herðu, já, geggjað. En ok, svo kemur hérna, ég er hérna með svona nokkra punta, sko, svona út frá líkmálinu mikla, þá ætlum að fara aðeins inn í það. Þá er þessi spurning, mega listamenn allt, eru engin mörk? Nei, það er mitt statement allavega, sko. Ég veit ekkert, já, ég held reyndar að við megum allt, við þurfum bara að leyfa okkur að sjálf, sko, vegna þess að fólk er svo upptekið að hvað fólk er að hugsa sig og það megi ekki þetta, þá halda allir þetta eða allt þetta, sko. Þannig að fólk er svolítið mikið þar og samfélagi gengur svolítið út á þetta, það er svona like og unlike, hérna, og með og móti og allt þetta er svona, þannig, hérna, já, ég hafa átt erfitt með allt sem heitir fyrirsjáanlegt og ég stundum gantast með það bara eins og með íbúðir, ég á erfitt með íbúðir. Ok, hvernig þá? Já, bara, þarna er klósetti, þarna er þetta er svona, þetta er alltaf eins að system og öllu, og ég vildi alltaf búa í einhverju svona geimi, einhverju vinnustofu og finnst þetta eitthvað, ég veit ekki hvað það er, þetta er eitthvað svona, þetta er kannski bara einhver pyrringur í mér, sko, bara. Og svo þegar eitthvað deyr, þá áttum við líkamann. Já. Og það er eitthvað svo heilagt. Og það eru bara fagmenn sem díla við það, sko, fyrir luktum tjöldum og meiri segja bara ástvinir, þau fá í rauninni bara
að bera líkið augum sko þegar það er búið að snirta og gera allt kósí þá valla að líkið sé handleikið jakkafötin eru raun ekki raunveruleg jakkaföt, þetta er eitthvað þetta er svona eitthvað skikkja eitthvað veist, þannig að við erum rosalega aftengt þarna sko, ólíkt kannski því sem að sér til dæmis eins og Indlandi og ég nú lendi því sjálfur að þurfa actually bara að sækja lík sko vinkonu á líkhús veist, ég þá sjálfur að díla við þetta vesen sem líkið er og svo og þetta er eitthvað svo heilagt sem er svo útfarastjóra, þetta er allt bara eitthvað þetta eru sko þetta eru menn sem eru sem eru að sína jarneskum leifum einhverjum virðingu alveg bara the ultimate respect einmitt, akkurat og þetta ætlaðir þú þér bara sprengja í nifteindir ég veit sko þetta var talandum líka það viltu lýsa þessu eitthvað aðeins fyrir okkur þessum gjörning sko þetta var ég var stundum að performera með Jóhanni Eiríksinni sem er nú mikið legend í raftónlistabransanum og ég kom nokkuð sinnum fram og við stofnum hljómsveit sem hétt Flotakona Kínakota sem var svona performance grúpa sko en ég var svona í þessu ferli þar sem ég var alltaf einhvern veginn að gera eitthvað eða augra eitthvað þá kom þetta bara einhvern veginn í hugana mér bara svona allt í einu sá ég þetta fyrir mér einhvern veginn bara hugskjöld sem að vera með líka að dansa við líkið. En hefur það haldið á líki? Nei, ég veit að þetta er heavy. Þetta er ótrúlega furðuleg tilfinning sko. Já, að mjög þungt sko. Líka er bara eins og sko, 50 kílóa lík er bara eins og 100 kíló. Akkurat. Hvernig er það að dansa? Vanga eða vals? Þú hefði þetta að binda það við þig sko. Já, ég er nú nokkuð sterkur sko, en ég veit hins vegar að það er mjög þungt og þetta mun vera mjög klöfulegt, mjög klöfulegu dans, en örugglega bara, ég sé það fyrir að vera mjög skemmtilegur sko. Svona dansinn við dauðan, dansinn, og ég veit það margir hafa tókuð þessu vel, en þeir eru bara ekkert, sko, að þeir sem að voru, vildu endilega taka lána með jarneska leifa sínar, eru bara svo sprelllifandi að það allir? Já, þeir sem höfðu samband. Reyndar gerðist mjög mikið sko í þessu sko, þetta fór alveg í heimspressuna, þessi auglýsing. Hún fór bara, Huffington Post, hún fór bara allan heim, þessi auglýsing. Það sem þú auglýsir eftir líki? Já, sem auglýsir eftir líki í þennan dansgjörning. En og það var til dæmis ein manneskja sem sendi mér mail, stór skrítin mail, og ég las hann og flippaði þessi gaur. Altså útlendingur þá? Útlendingur, Bandaríkjamaður. Og ég sýni nokkur, ég var svona óviss, hvað er hann eitthvað að gera grína með þessi gaur eða? Já. Og einn vinn mér sagði, hann er flippaður, svona, svo sýni ég annari vinkonu minni sem er svona, hún er unni mikið með geðsjúkdóma og slíkt og hún sagði bara, Snorri, þetta er bara sjálfsmorðsbréf. Og í rauninni í bréfinu er hann að segja mér, þú mátt nota líkama minn og ég bara vona að fjölskylda mín taki þessu skrifi mínum til þín sem og virði það og það ég er með járn í hann hafði brotnað hann og fæturnar, hann með járn og það kannski getur það hjálpar í ykkur og það var svona skringilegar pælingar sko og og þegar vinkonum mér segir að þetta sé sjálfsmorðsbréf þá kom bara þessi ábyrgðarfulltingi mín að ég ætti nú kannski að reyna að hjálpa þessum manni sem að leiði svona illa og þannig ég sendi honum sko bara hvatningum að leita sér hjálpar leita til fjölskyldunar eða leita til fagaðilega því ég hef sjálfur lent á erfiðum stöðum og leita mig hjálpar og ég á mjög gott líf í dag og það var svona svo leið fram á kvöld og ég held morgun eftir þá sé ég að þetta er unseen, hann er ekki búinn að sjá þetta og svo hefur samband við mig vinur hans og sagði, var hann ég man ekki sem hvað hann heitir var hann búinn að vera að hafa samband við því var hann búinn að vera í sambandi við því já, segir hann já, heyrðu, hann er dáinn hann sem sagt svipti sér lífi sko og hann það síðasta sem hann gerir er að skrifa þetta bréf, var með leiðbeiningar passvördið sitt og
en málið hins vegar það sem að gerir þetta líka flóknari það að þetta var ekki fyrsta skipti sem hann hafi reynt þetta. Nei. Og ég sé ekki hvort að jáplótunar hafi komið í fyrra hlut eitthvað en hann var búinn að vera að díla við geðsjúkdóm og svona. En hvernig tókst þú því? Hvernig tók fólkið í kringunni því? Mér brá, mér fannst þetta sjokk sko, en það sem ég geri það, ég að gera þetta verk. Hann getur ekki dóminera það eða hann getur ekki ákveð það hvernig. Nei. Í rauninni, hugmyndi mín með þessu verki var í rauninni að líka dokumentera þetta samtal milli mín, það var sko lifandi og dauði sko í samtali sko, það bara og líka bara þegar að ég ætla að dokumentera í rauninni samtalið áður en að manneskjan deyr sko, og svo þannig að hún veit með fullri vissu hvað ég að fara að gera við líkið sko. Ekki síst líka þá einmitt að aðstæðendur sjá að við erum að gera þetta í sammenningu sko, við erum að gera þetta saman sko. En það verður ekki orðið af þessu, ég meina hann skrifaði hann undir þó nauðsynlega pappir sem þurfti Nei, hann gerir það ekki og enda er ekki vissum að ég hefði viljað þetta. Þetta er eitthvað. En hefðu eitthvað verið rangt við það? Sko mér fannst svona út frá bara svona sjálfsákvörðunar rétti hvers væns? Já, hann náttúrulega pínlítið að svona búljast inn í verkið, skilur, hann er svona bara hann gefur mér ekki eins og í kostin á að eiga samtal sko. En er þetta ekki hluti af gjörningnum samt? Jú, þetta er partur og partur af þessu gjörningi er þetta samskipti okkar. Já, þetta, ég er búin að dokumentera þetta vel og allt það og svo, þar ekki er faðirinn hans sem að misti móðurina nokkur áður, hann á sína sögu og hann á harmsögu og að einhvern veginn að fara og hann í öðru landi í Ameríku og þetta hefur bara verið sko því að eins og talandi það þarf að þetta þarf að gerast allt mjög skömmu eftir að viðkomandi deyr. Þetta er svolítið eins og með hann Guðmundur Felix þegar hann var að bíða eftir höndunum. Þú þetta að vera svolítið stand by. Akkurat. Já. En ertu að binda vonir við að fá lík? Ég bara Þú ertu með eitthvað kröfur? Þarf að vera eitthvað sérstakt? Nei, sko málið er að ég er búin að fá lögfræðing til að gera samningaðurinn er til og ég getur rauninni fengið bara safna samningum sko við fólk það sem þeir gera, leifa mér, en þetta er einmitt talandi um aðrar hérna önnur samfélög, það er dansað ofan á lík, einhvers staðar í Madagaskar, þetta er bara svona, það er, fólk lítur á dauðan á svo misjafnum augum sko. Geggjað. En ég er náttúrulega og mig langar ekkert endilega að vera með lík. Ég er að augra líka sjálfum mér sko. Og þetta ég get vel verið, ég þurfa að fara í áfallahjálp eftir það og ég hef ekki hugmynd það sko, en allavega þetta er eitthvað sem að Myndir þú fús lána þitt lík í svona slíkan gjörning? Ég hef ekki velt í fyrir mér sinni sko. Það þú svona snýrir svo við? Já, why not, algjörlega, ég myndi gera það alveg henglega sko, ef mér líkaði viðkomandi. Já, einmitt. Mér finnst þetta geggjað, ég sé þetta alveg fyrir mér sko. Já, ég held að þetta geri sko. Já. Þannig að það er einn svona einföldi, við nefnum kannski ekki að fara eitthvað mikið inn á, mér finnst þetta með listin og svo geggjað. Sko, en veist, ég spyrði samt, sko, varstu drykkjurútur? Já. Var það vesen? Já, ég meina, ég eitti alveg nokkrum árum í það sko. Ég fór strax bara í sjálfstortrymingadrykkju. Já. Strax hvenær bara sem úlingur þá? Já, bara strax, ég bara datt í það í fyrsta skipti og þá bara fór ég í blackout og fyrsta fyllirí og mér fannst þetta geggjað og bara næsta fyllirí var álíka og svo voru þetta 2 dagar og síðan voru þetta 3 og svo voru þetta bara orðið túradrykkja sko. Þannig að þegar ég fer í mínu fyrstu meðferð tvítugur þá það er ég búin að vera á nokkur, ég man ekki hvort ég var meira minna búin að vera fullur í hálft ár sko. Og þetta er áður en ég fór að nota efni sko. Þetta var bara brennivín hérna áður en ég fór í minna fyrstu með eða svo til. Hvaða efni ást nota? Seinna meir. Já. Það amfetamin og e-töflur og kokain. En er þetta ekki svolítið bara hluti að því einhvern veginn bara að vera skapandi á ákveðnum tíma lífsins? Jú, ég meina sko, það er einn stór miskilningur sem mér fundið sko, það er sko þetta þurfi haldast í hendur. Nei, já, sko að þurfi að vera að nota einhver eiturlyf og efni til þess að búa til eitthvað til þess að vera skapandi sko. Ég hef ekki aldrei gert neitt
Undir áhrifum? Aldrei. Já, þú meinar. Já. Ég bara, all mín myndlisti gerð, ég bara blá edrú. En var ferillinn byrjaður þegar að þessi vitleysa átti sér stað? Já. Þetta gerist Það er athyglisvert. Já. Þannig að sköpunin er einhvern veginn hrein. Já, þetta er sko... En restin er gott partí. Já. Ég segi eftir sko, karmískasta breyting í mínu lífi var einmitt, ég bara eitti mörgum árum bara í sukk og svínari. Var þetta ekkert svona bóhem? Var þetta ekki góð partí? Jú, minna, auðvitað, en þetta voru mjög sturlu partí, sko. Alveg sturlu, sko. Ég meina, ég átti vöku alveg heila mánuð, sko. Bara vakti heila mánuð, var bara út úr tjúttaður, sko. Snar bilaður og etöflum og einhverju. Það var auðvitað bara, þetta hefði getað farið mjög illa, sko. En hvenar og af hverju hætturu að sökka? Sko, ég fór náttúrulega í nokkrar meðferðir, alveg nokkrar, en svo gerist það, eins og ég var byrjar að segja þannig að karmískasta breyting í mínu lífi var þegar ég lendi í gæsluvarðhaldi á Akureyri, handtekinn, heimi hjá foreldrum mínum. Það ger bara ruðst þarna inn með hersveit lögreglumanna með hunda og vera bara inn á heimili foreldrar mína. Mér fannst þetta mjög sárt að hugsa það eftir á. Og ég bara settur í gæsluvarðhald. Og ég er í gæsluvarðhaldinni dæmdur í 2 vikna gæsluvarðhalda meðan rannsókn málsins færi fram og bara inn í fangaklefa þá bara skynja ég það bara er einhver inn í fangaklefanum með mér, sko. Og hann er bara að spyrja mig, Snorri, ætla þú vera glæpamaður eða vistamaður? Þú ert að lýsa bara dauðareynslu mannkynsfrelsarans mikla. Ætli það ekki? Sem var hérna hjá okkur daginn. Hann er þá í fangaklefa í Kaupmannahöfn. Hver er það? Hann Ingólfur Níelsson. Já, Ingó, já. Hann verður fyrir dauðareynslu í Kaupmannahöfn og þar hann... Ég held ég hafi heyrt að segja mér, allavega ég þekki sögunar. Já, það er nú settir þessir úrslita kosti, sko. Hvort ætlur að vera gangster og lélugur gangster eða ætlar að fara að nút og frelsa mannkynið. Já. Og hann tók ákvörðun að frelsa mannkynið. Sko. Já, við erum kannski bara á sömu braut, þannig. Já, svipaðri. En hvað er þetta langt síðan? Þetta var 94. 94. Já. En þetta var ekki, sko, endalega, ég var edrú þarna, ég bara fór út. Ég losnaði á gæsluvarðhaldinu og ég gróf upp efnin sem ég var búin að fela fyrir lögreglunni og notaði þau og kláraði það bara og það var bara síðasta partíð, sko. Og svo hætti ég. Svo hætti ég og fór bara á kafi fór á fundi og kafi listina bara, það var bara svona það var bara eins og dýllinn hafi verið gerður. Ég ætla að verða listamaður, ég er búin að hóna á þessu. Sko, þessu kannski líka svolítið tengt, því að oft svona í þessum efnum þá verður maður fyrir eitthvað svona guðs skynjun. Maður fer inn í eitthvað guð. Sko, þú ert skýrður, þú ert fermdur, en þú segir þig, og mér finnst þetta áhugavert líka svona ótrá á þessum MeToo-pælingum sem við erum búin að vera í, og það var með komið inn á þetta í þar síðasta viðtali við hana Olgu. Sko, þú segir þig úr kirkjunni í kringum 1990 þegar Ólafur Skúlason, biskup, verður klagaður fyrir að vera perri. Þannig að ég spái svona, þetta er 1990, þá segir þið úr kirkjunni, þannig að er hægt að segja að þú sett frumkvöðl svokallað svona cancel culture. Ég veit ekki, það getur vel verið. Ég hef allavega mér ofbauð og ég bara, Hvað var það sem ofbauð? Ég bara... Því 99% af fólki sögðu á þessum tíma biskup getur ekki, hann gerir ekki svona. Nei. Fórnarlömbin flúðu lönd og... Ég man, sko, ég hef samt alltaf haft pínu áhuga á þessu og ég man að ég horfði á heimildamynd, hún er mjög gömul í dag, sko, það var mitt verið að tala um kaþólska presta í Bandaríkjunum, sko, að það væri, sko, 7% væri með barnahneigð, sko. Það fyrir hátt hlutvall. Já, í raun og sennilega er það herra, sko. Hvað er valdið því? Málið það sem að veldur því er náttúrulega menn eru kannski bara félar hvatir sína, þeir eru með einhverja hvatir og þeir fara þarna að giftast guði, sko, bara til þess að og þeir hafna í rauninni kynlífi. Já, þeir enda svolítið þarna í þessari stöðu. Og ekki síst að þú ert að hafna kynlífi, þá
það er bara það er ekki gott. Það er ávísun og eitthvað slæmt. Það er ávísun og eitthvað slæmt, sko. Ok. Þannig að já, ég náttúrulega ég held ég sé svona, ég veit, ég er nokkuð skygg, þannig. Það er að segja, ég sé ekki, en ég er allavega mjög næmur. Þú verðist vera frumkvöld á þessu sviði. Ég veit ekki, ég var að spáði því. En hvað finnst þér allt þetta, þessa MeToo-byltingu sem er búin að vera í gangi? Mér finnst hún góð. Hræðust hana? Nei, ég hræðist henni ekki. Mér finnst hún góð. Mér finnst hún mjög góð. Mér finnst óþægilegt að horfa upp á vini mína suma, bara og mér finnst alveg, ég fæ þetta oft sko beint í æð, ég er svona Viniðina altså að það komist upp þá sem gerendur? Já, sem gerendur, sko. En er það eitthvað ólíkt í að horfa upp á vini sína og koma staði að þeir eru þolendur? Nei, nákvæmlega sama, sko. Nákvæmlega sama. Já. Það var nú, það var svolítið fyndið, það var einhver sem sendi mér, hann sendi mér svona texta, hann var að viðurkenna að hann hafi orðið fyrir misnotkun. Og mér finnst það svolítið magnaður texti og ég sendi öðrum vinum þetta. Var þetta GRX? Nei, þetta er eldra. Okay. Og það kemur þá í ljós að hann heldur náttúrulega bara ég sagði játa þetta fyrir honum, sko. Ég heyri svo ekkert í honum einhver tíma og svo heyri ég honum hann bara, já, mér finnst ég er mjög reiður, sér hann. Veistu, reiður út af hverju? Já. Nú bara fyrir fyrir þína hönd? Fyrir þína hönd þarna. Og ég, þá myndi ekki eins og eftir að hafa að því ég gleymdi að runni í mæni hvort að ég held að hann venjulega hefur við átt samtal, já, þetta en er að koma upp tilfelli svona í kringum þig svona síðustu árum, upplifir það sem að menn eru svona böstaðir? Já, ég þekki alveg mjög báðum megin vegna þess að ég þekki á vini og vinkonur sem hafa orðið fyrir mjög ljótum hlutum, sko. Og svo ég líka ég að horfa á vini sem að ég sé bara, ég bara hafði ekki hugmynd þetta. Ég hafði ekki bara, af því ég er ekkert inn í kynferðismálum fólks, sko, þannig að ég hafði ekki hugmynd að þeir væru ofbeldismenn, sko. Það stundum stendur utan á þeim en stundum bara ekki, sko. Þessu tengt, sko, kaþólskir prestar. Þetta virðist loða líka svolítið við gúrúa. Já, líka gúrúa. Jókagúrúa. Þetta er einhvers konar svona ego-dæmi, sko. Þetta er bara ég hef verið einmitt að horfa á, ég hef haft gaman af svona kvöldum og bara öllu sem gerist þarna. Það er eins og fólk að ráða ekki við þegar það komin okkur stað að það fara að ráða yfir öðrum eða bara eins og menn bara ráða ekki við það. Þeir bara svona, verður bara einhver spilling þarna. Heldur það eitthvað ráði við það? Nei, það spillast allir. Já, það virðist það. Já, virðist og vinnur okkar. Já, en Hilarion? Ræður hann við það? Já, hann ræður við þetta, ég held það. Ok, en hvaðan kom hann? Hilarion, Master Hilarion. Já. Ég hef nú sagt þessa sögu nokkur sinnum, en hann kom inn í líf mitt þegar það var teikning sem að, já, bara eitthvað svona gömul teikning sem að var innrömmuð, mjög svona útskorinn svarta ramma, svolítið flott, og þetta var svona mjög fíngerð mynd af svona fíngerðu manni og ég horfa á þessa mynd og hún var á gólfinu bara ég myndi eftir þessu upp á kontor hjá afa gamla, en afi var dáinn, þannig að þetta var komið til mömmu og ég spyr, mamma, hver er þetta? Þetta er einhver, sumir segi þetta sé Jesú, en þetta er einhver svona eitthvað, hann er eitthvað hommalega þessi mynd og og ég sem, má ég eiga þessa mynd? Já, mætti hana, og ég fer bara með þessa mynd bara og hengi hann upp á vinnustofunni og svo er vinkona mín í heimsókn sem er bókmenntarfræðingur og hún hafi verið að lesa sér eitthvað til og verið í einhverjum stúderingum og hún hafi bara verið að horfa á þessa mynd í bók deginum áður. Veistu hver þetta var? Hver? Veistu hver þetta var á þessari mynd? Ég vissi ekkert hver þetta var. Nei. Fyrir en að hún sér myndina, hún bara, hvar fékkst þessa mynd? Hún er bara með gæs og hún bara hvað, ég var nefnilega að sjá þessa mynd í bók sem er gefin út 1880 eitthvað. Var þetta Rami Krishna eða eitthvað?
Ha? Var þetta Rama Kristna eða Nei, eitthvað? nei, þetta var Master Hilarion. Nú, þetta var hann? Ja, þetta var Master Hilarion. Wow. Þannig að, þú veist, þar kemur hann sem sett inn í líf mitt og hún segir, ég skal prenta þennan kabla hennan mann og þar kemur í ljós að þetta er Master Hilarion, sko. Þannig að það eru mín fyrstu kynni af honum, sko. Síðan hefur þetta bara hangið inn á vinnustofu hjá mér alltaf tíð, sko, síðan. Og einu sunni gerist það kviknar í vinnustofunni hjá mér, sko. Bara, og ég er sofandi, ég er bara sofandi á bekk og ég hef bara skilið eftir eitthvað kerti á borðunum og það eru pappírir á borðunum og hérna, svo bara vakna ég og hérna, klukkan 4 á nóttu til og ég bara, ég opna augun og bara allt og kafi reik og já, ok, ég held ég verið í draumaheimi og ég bara loka augunum aftur, ég held bara, einhvern veginn held að vera bara þoka eitthvað, og svo allt í hennu, þetta er ekki alveg stekki á fætur og þá er bara logaði borðið og ég náði að fara opna glugga og ná í vatn og slökkva eldin, sko, og skömmu seinna örugglega bara eldurinn fari út allt, sko. Og ég hugsa svona, lofta ég út og fer svo að sofa bara og vakna aftur bara, vakna mjög svona morgunin bara, hei Snorri, þú átt ekkert að vakna. Heldur að Hilarion hafi vakið? Og þá horfði ég á teikningun og bara, það er Master Hilarion hefur hérna vakið mig, sko. Þannig að hann er búin að vera svona hann er komið nokksinum sem hérna, er mynd vel á sig í mínu lífi, sko. Og þannig að ég og svo þegar ég er í þessum pælingum, ég er út í Los Angeles í hálfgerðu kvöldi, það er svona jógakvöldi, það er að segja Rama Institute, þetta ég veit ekki hvort þið þekkið gúru sem heit Guru Jagat, kona, mjög, hún lærði hjá Yogi Bhajan, þekkið þessa sögur? Nei, ég hef heyrt það nafn. Já, Yogi Bhajan, hann náttúrulega var uppvísað því fyrir, hann náttúrulega dáinn fyrir einhverjum árum, en hann kom fyrir 2 árum síðan, kom staði að hann var kynferðisafbrotamaður, sko. Og þannig að hann kendi okkur Kundalini jóga. Kundalini jóga var bara í Indlandi og það átti að fara svona lokal. Þannig að hann ákveður að fara til Ameríku og kenna Kundalini jóga. Þannig að hann er svona allt Kundalini jóga sem við höfum verið að ykkar að læra, við höfum lært svolítið af honum, sko. En Guru Jagat er ungkona sem er svona hálfgerð súperstjarna í þessum jóga heimi, sko. Hún var ekki verið fertugt þegar hún deyr, sko. Þannig að hún var svona 36 kannski ára þegar ég hitti hana og fer á nokkra svona jóga og hún er með svona mjög skemmtilegar hérna jógaserimónir og mér fannst það að gegja. Þetta var svona þetta er rosalega skrýtnar æfingar. En þetta var svona Kundalini, svona að hristast og dansa og... Já, og hún baði okkur að koma með appelsínu og epli og allir átt að gera það appelsínu og banani og svo mættu allir með hvert sinna appelsínu og hvernig banana og þetta var svona rosa seremoni, það var svo að dansa og gera æfingar út að halda þessu heil lengi og mjög miklar æfingar og svo áttur að snúra næsta sessunaut og þú ættir að gefa honum appelsínu og epli og þú fékkst frá honum og svo ættir að horfa þetta og þú ættir að horfa í augun á honum og borða þetta með hann. Alveg, þetta voru svona intense æfing, sko, og þetta var svona svolítið mögnað sem gerist. Þetta er svona tantríst. Já, mjög tantríst, sko, og svo endaði bara í dansi og mér fannst þetta eitthvað svo, ég var svo upp með mig að þessu, bara svona, þetta var gaman, þetta var svona eftir og var þetta svona og ég ákvað svona, ég ætla að verður eitthvað úr þessu, ég þarf að vinna með þetta. Þannig að svo hérna, já, rendur þetta saman við Master Hilarion, ég ákvað að leyfa honum bara gera hana jógakennara og lána honum líkama minn, leyfa honum að líkamnast og kenna liðnum jóga, nýtt Sana Balana jóga. Og fjöxtu mikið að fólki til því? Já, þetta var sko náttúrulega listasafn Reykjavíkur bað mig að taka þátt í verkefni sem heit svona list í almannarými og ég mátti velja einhvern svona stað og Egilshöll var fyrir velinu. Þannig að og náttúrulega þeir náttúrulega borguðu eða gerðu, þannig að ég fekk Egilshöll og auglýst þetta náttúrulega átti að vera ég er náttúrulega samkoma, já og það sem að gerist náttúrulega það er svo margt sem að
þú veist, ég er náttúrulega oft svo barslega bjarsinn oft, sko. Ég held til þess að ég væri eða milljarðamæringur bara á því að selja aflátsbréf. Ég held að ég það, ég bara í alvörunni? Ég er eiginlega trúði, ég held að það kom með þarna. En þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara manníst ástand, sko. Já, allir það ekki. Ég er ekkert að skammast þín fyrir það. Nei, ég er ekki að skammast við, ég er bara aldrei veltið fyrir mig hvort þetta sé manníst. Nei, menn þetta er ekki, sko, heilbrigt fólk myndi aldrei vera svona. Nei. Skilur þú? Nei. Nei. En hvað komið margir? Þarna upp í Egilshöll? Ég man það ekki. 100 manns? Nei, en náði því ekki. Okay. Eitthvað staðar 40, 50, ég man það ekki. Þannig að það var nóg pláss? Já, nóg pláss og þetta var mögnuð samkoma, sko. Já. Alveg mögnuð og það kom hérna vinkona mín sem að hefði nú fylgst með mér gegnum tíðina svona þess og er svona opinn allir, hún sagði bara, það bara gerðist eitthvað þarna, sko. Það gerðist eitthvað. Og ég náttúrulega var að opna fyrir 50 vítina, sko. Já. Sem er, hvað er þar? Sko það er svo, ég ruggla öllum þessi vítum saman, sko, 50 og 70 og 70 vít, þetta er náttúrulega allt spurning, þetta getur opnað inn á þetta bara í hugleyslu. Já. Og hérna núna erum við í 3 vít. Já, við erum hérna, já, við erum í okkar hérna tilveru, já. Hvað er 4 þá? Ég veit ekki, er það ekki bara eitthvað svona 4K? Er það ekki bara að missa ég er ekki tíman? Ég er ekki alveg sérfræðingur í og ég er yfirleitt ekki að analysera að setja í box, sko, þannig að ég er ekkert almennilega búin að, ég er ekki rannsóknargærin sem er að, þannig að ég þekki það ekkert nákvæmlega. En þú opnaðir inn á 50 vítina? Já, ég opnaði inn á 50 vítina og inn á 50 vítina þá getur Jesú Kristur og það geta alls konar hluti gerð, sko. En hvað er það, svona, í þessu samhengi, þá, sko, hvað heldur að sé, hvað heldur að valdi því að við manneskjur, við höfum svona ríka þörf fyrir, sko, gúrúa og mistarana, fossetana, innræðisherrana, ráðherrana, landlækna, já, einmitt, og kemur, sko, mistarinn í öllu þessu formi, mismunandi formi, kemur hann í veg fyrir sjálfbærnina. Þarna einmitt, ég þekki þetta ekki vegna þess að ég er þar ekki, ég hef aldrei haft þörf fyrir það. Fyrir að aðhyllast? Nei, ekki aðhyllast og ekki að tilheyra. Nei, en myndur þá ekki skilgreina eða upplifur þið ekki sem sjálfbæra vitund? Ég er bara örugglega, ég hef aldrei... Þú spáir ekki í því? Ekki þannig, nei. Hvað varstu að hugsa með forsetaframboðið og allt þetta á sínum tíma? Ég, sko... Ég sko ákvaða sem barn. Ég var í leinifélagi með einn frænda mínum og bróðum mínum og stofnum leinifélag og ég bjóð mér til skýrtinni og eina, þetta var svona samt, sko, þetta var leinifélag, þetta var ekki meira leinifélag en það, en ég bara var að lesa lagabókina. Pabbi var lögfræðingur og ég heit eitthvað sem heit lögbókin þín og þá voru ég að lesa og ég hef alltaf fundist ég bara einmitt eiga að vera forseti eða eiga að vera eitthvað, þannig að hérna ég fer að lesa þarna og ég sé að ég var að vera 35 ára gamall til þess að geta búið fram. Já, og ég ákvaði, ég ætla bara að bjóða mig fram þegar ég var 35 ára. Sko. Þannig að það var ekkert dýpra það var bara svona gamall æskudraumur að bjóða mig fram sem forseta í Íslands. Náður að safna öllum gögnum og meðmælum og öllu draslinum? Sko, ég man ekki, ég kláraði þetta ekki því að ég hreinlega bara misti áhugan á leiðinni, sko, ekki síst líka vegna þess að dóttir mín sem er 5 ára, hún eiginlega baði mig æ pabbi ekki vera forseti, verstu bara listamaður og það var bara þessi setning sem hún sagði svona, já, en þetta var orðið mjög, þetta var gaman en svo var þetta rosa orðið mjög leið, þetta voru svo heitt undir mér, sko ég var náttúrulega, já, þetta var orðið, sko það var orðið mjög heitt, sko Hvað meinar með því heitt? Ég bara, það var náttúrulega út talandi fortíðina minna sem myndist á, það var hérna og gæsluvarhaldi, sko, kom hérna fyrir sögnin dæmdur dópsali vill á Bessastaði. En fannst þér það ekki bara að vera hluti einhvern veginn? Jú, ég gæti alveg haft gaman af því, en það var náttúrulega málið, ég var í, sko, á þessum tíma var ég í, hérna, samstarfi, það er að segja, ég var í hóp listamanna sem hitt Kling og Bang Gallery og við vorum búin að fá hérna 4.000 fermetra húsnæði undir 150 listamenn sem hitt við köllum það Kling og Bang í samstarfi við Landsbankan. Það var það Björgólfur var greifinn hérna þannig að
Já, það fór ekki vel saman. Nei, það var orðið sko, svo heitt undir mér að menn voru orðið svona já. En hvernig fórseti heldur þú hefðir orðið? Ég held ég hef bara verið gaman sko, en ég hef ekki mikið áhuga á þessu sko. Heldur þú hefði kannski bara sagt upp fljótlega? Já, mögulega. Já. Ég hef örgulega fengið bara mjög fljótlega leið ég höfunda ekki neitt sem fórseti sko. Nei. En sko en hefur ekki svona í gegnum tíðina verið svona eitthvað svona pólitískt þengjandi? Jú. Varstu svona kommunisti eða eitthvað svoleiðis? Nei, og stundum var ég alveg hinum megin sko, og stundum, og ég held mér að segja sko, kannski að þið verum að tala um einstaklingshyggju, ég hef alltaf verið svo mikill einstaklingshyggjumaður og mjög lítið fyrir hópa, ég var aldrei skilið þess að kommunistar vil alltaf vera í hóp sko. Já, ég þar ekki sko. Nei, þá þú hæra mig. Mér finnst þú samt ekkert passa hinum megin. Það getur verið bæði 50-50. Já, ég sennilega er í 50-50, ég held þessi svolítið twisted sko. Já, ég er twisted sko. Það er það. Ég er rosa einstaklingurinn en samt ekki. Já, þú talar svolítið þetta. Bara 50-50. Já, ég held að það sé svolítið þannig. Og meðal sko, þegar ég fór að lesa til anarkisma, það er ekkert mikil munur á anarkisma og frjálshyggjumanni. Það er eiginlega, ég man ekki alveg nákvæmlega sko línurnar, en það er ekkert mikil munur á því sko. En ég mitt var einstaklingshyggjumaður og bara og aldrei þurft að tilheyra hópum, og ég hef svolítið hrókafullur stundum bara þegar ég sé hópa eða einhver svona hópa, einhverju liði gera eitthvað saman í hóp. Ertu ekki í kór? Ertu ekki í kór? Nei, ég segi svona sko. Nei, ég segi svona, ég er nú færi þetta aðeins í stílinn, ég veit að þetta eru hópar, en mér finnst alltaf bara vera vesen að vera í hóp. Það er alltaf vesen. Bara hópur saman út á borða, það er alltaf vesen með borð, það er alltaf eitthvað, hópar eru tómt vesen sko. Ég fór í sjósund í gær með góðri vinkonum minni og það er hérna hópur af mönnum sem eru hérna á miðvikudögum. Þetta eru svona flotti strákar, þeir fara alltaf í sjósund á miðvikudögum og þeir eru allir með svona eins ullarhúr. Þeir hafa látið prjónaðar fyrir sig sko. Allir eins, kannski svona 10-15 stykki skjaldbökunar. Og ég er oftar en að setja minni í þetta sko, því að það er alltaf einhver aðeim sem og það er alltaf sami gaurinn sem labba fyrstur út og hinn er eldan alltaf og þessi, og maður sér þetta líka, þú sér hópa mönnum sem er út að skokka það er alltaf einn sem hleypur fremst. Þessi maður geti aldrei hlaupið aftast. Ég er nefnilega máli, ég er sko, ég þekki þetta, ég veit ekki alveg, en ég get alveg, ég ber ekkert kalat, ég leiti ekki niður á þessu fólk, alls ekki sko. En hvar myndur þú vera staðsetjað í þessum hóp eða vera með svona húu og fara í sjósund? Ég myndi sannlega aldrei fara í svolítið hóp. Ég er búin að stunda sjósund mest megnast einn bara 20 ára eða 25 ár sko. Ég sko, út frá þessu fórum við að tala um einmitt sko, ég er giftur sko, ég var að segja, ég geti til dæmis aldrei tekið þá ákvörðun saman með konunum minna að myndi kaupa eins úlpur. Nei. Eða verið með sama Facebook. Já. Gunni og Tína. Það er kannski svolítið næs, svona spin-off. En að vera í eins úlpum, gætur það? Ég bara veit það ekki. Og eins úlp og kona mín. Já. Bara nákvæmlega eins úlpur, sömu úlpur. Þú eru bara í medium, hún er í small eða öfugt. Ég bara hef aldrei farið á hana stað. Ég hef aldrei spáð í því sko. En ég hef mitt, þetta er sér staður hræðið mér sko. Já, ég mitt þetta. Já, ég mitt. En ok, sko, þú varst að efna til kattaþings fyrir norðan. Já. Í haust. Já, núna, já, það eru kosningar eftir núna í lókmæ. Er það tengt lausagöngu banninu? Já. Og hefur þá fengið kennitölur eiganda kattana til þess að? Já, ég verðum að vinna í því núna, ég er að gera lista núna og ég þarf að skila þessu fyrir 8. apríl. Og þú ætlar að gera það? Já. Og ég er sem sagt búin að fá kött í fyrsta sæti sem heitir Reykjavík. Ok. Hann heitir Reykjavík. Það er svolítið svona fuck you. Er það ekki, annað fyrir norðan? Jú, ég veit það ekki. Þetta er alveg galið.
ástandið með lausagönguna og Mér finnst þetta- forræðishyggjuna og rugliðuna sko. Mér finnst þetta bara versta PR sem Akureyri gæti nokkuð tíma að hafa gert sko. En eru Akureyringar, ég er ekki kannski að tala um mömmuðin eða pappa eða eitthvað, en svona Þau eru ekki Akureyringar sko. Þau eru ekki Akureyringar. Ok, þá ætlum ég bara að segja mér, eru Akureyringar ekki alveg grillaðu þjóðflokkur? Ég hef alltaf haft pínu svona, alltaf verið pínu hrókafullur skakað Akureyringur sko, þó ég sé fættur upp alveg Akureyri. Alltaf fundist þetta að vera frekar, ekkert, ég hef átt skemmtilega vini, mjög svona, verið heppið með þá, en svo hins vegar þegar ég fór núna fyrir nokkrum árum tilbaka, ég er búin að vera út á Svælingi og ætlaði að stoppa stutt á Akureyri og ég bara ílengdist. Og ég svona, fór allt í hennu upplega Akureyringa á allt annan hátt. Og með kærleik, með minni dómhörku. Þannig að ég sá allt í hennu fyrir mér sko Akureyringana bara, þeir viljum bara fá að vera í friði. Ert þú Akureyringur, Fúsi? Já. Ég vissi það ekki. Ég er búin að búa miklu lengur hér samt sko. Já. Þetta er fyrir norðan. En hvað er það markmið? Er það ekki bara að fá þessu bara núlstilla þetta? Bara, skilur Með lausagöngubanni? Já. Jó, sko málið Þeir komast ekkit upp með þetta? Málið það að þeir eru nú þeir eru að spája að afnema þessu lög. Já, fyrir dag. Núna fyrir kosninga, þeir eru hrættu í kattaframboð. Ég vil meina það. Já, þetta eru þið það. Þetta er náttúrulega líka bara hálfleitarskapur. En plan B það ekki bara anarkismi, skilur? Bara fuck it. Bara kettir út allt. Ekki gelda neina ketti og ekki neitt og bara drekkja þeim í kísum. Ég átti kött sem var frægasti köttur landsins. Og það var ég lét að mála myndir og ég held sýningu með honum og listasafni á Akureyri kaupir verk eftir hann. Þannig að hann var mikið blaðamál, mikið sko, við vorum í daglegu blöðunum í einhverja 3 vikur. Það er sem fólk verið að rífast Akureyri safnir að kaupa eitthvað eftir kött en ekki einhvern lista. Það var svona, þessi skemmtilega umræða sem var svona þá. Keyptirðu Viskas fyrir ágóðan eða hvað? Vissan að þið hann var í frægur? Já, það held ég. Ég fluttir svo með hann hingað söður og hann var fressið að læða? Hann loki listaköttur. Hann var loði norskur skóaköttur, svartur. Þeir eru svo gæfir og viljur í allt sko. Ég átti svona norskan, þeir gera allt svo byggðum sko. Já. En þannig að ég svona kettir hafa alltaf verið mjög svona ofarlega í huga sko. Og einmitt, það er að þeim er drullu sama. Einstaklingshyggjan. Þeir eru einstakling, ég tengi svo mjög vel við á einmitt sko. Þeim er alveg drull. Þeim er drullu sama sko. Ég var að tala köttin okkar við Tínu í gær. Við vorum að horfa á hann sko. Og hann myndi kveikna í húsinu. Myndi brenninni fyrir hann að fara. Hann myndi bara fara. Og skilja ykkur eftir, meina það? Já, ég veit. Hún var í drull. Já, ég veit það. En ég fór á kaffihús á Nanseskeiði í Kaupmannahöfn oft. Og það var mikið af uppstoppum köttum það sko. Já. Svona uppstoppaðir kattahausar og dúkkur. Það er mjög áhugavert. Já. Hefur aldrei spáðið því? Að stoppa upp ketti? Nei. Það er bara hugmynd sko. Nei, ég hef ekki gert það sko. Nei. Það má. Já, það má allt. Svo framlega svo sett ekki að særa aðra eða það er einmitt, það er bara mottóið. Og gert með samþykki beggja eða þú veist hvað það er þá það má allt. Mér fannst samt eitthvað off við uppstoppaðan kött í samanburði við uppstoppaðan lund. Ég fekk uppstoppaðan lunda í fermingargjöf frá okkur fólki. En það hefði enginn gefið mér uppstoppaðan kött. Það er satt. Það er reyndar, ég hef aldrei spáðið þessu. Það er reyndar rétt þú segir það. Þetta er eitthvað. Ég hef séð uppstoppuð ljón og kattardýr en aldrei heimiliskött. Nei, ekki heimiliskött, nei. Það er bara eitthvað, það fer bara hálft Ísland á hliðina ef einhver köttur myrtur, skilur á einhverjum fjölda kattamorðingja. Já. Og svo bara eitthvað út í búð að kaupa hænur og skjóta rúpu og mitt. Við erum svo furðuleg. Já. Þegar maður pælir í hundaátt og þetta sko. Já. Ég veit það ekki. Já, herðu, sko. Ég er búið með handritið sem ég skrifaði í gær. Ok. En sko, með þetta kattaþing samt, ég myndi mista mjög á, ég er mikill kattavinur. Þú veist, ég er í kattar frambúrs.
Já, vá, ég var ekki búin að taka eftir þessu. Og þetta mýst þarna Þetta eru mýs, í maganum. og Þetta kötturinn geðveikt. Þetta glæsilegt. Getur maður fengið svona ból, stuttu málefni? já, algjörlega Er það? ég er reynda, þeir eru allir búin, ég þarf að prenta fleiri Þú verður að gera það, ég verða eitthvað Ég svona væri kannski svolítið til í að vita, ertu búin að missa trúna á manninum? Í því sem svona kostnir svona ég var átti fulltrúar. ég veist að ég elska mannkynið ég Já. elska mannin Já, einhvern veginn mannkynið bara svona í stóru ég var bara að horfa á mannkynið bara á söguna þá finnst mér þetta alveg magnað fyrirbæri sko. En þetta finnst mér líka mér finnst margt við mannið mjög en svona kostnir fulltrúar á þing. pólitík er allt ég er Og nú er það bara einhver svona kendís, einhver svona ég er á kennitölu lottóinu sko að þú voru bara valin til þess að vera að sitja á þingi í einhver vissmjörg ár bara og það úr dregin inn bara kennitölu og það er ekkert endilega þetta er bara eins og kviðdómurinn í Bandaríkjunum sko. Það er þetta ekki pæling. Já, ég held það er mjög mikið verið að ræða þetta sko og þetta er bara þetta er hreinasta lýðræði. Það er engin er mjög pjúr. Já, það er ekkert þarna í þessari pólitík þá eru einhver sem það er alltaf eitthvað sem það hangir alltaf eitthvað á spýtunni það er alltaf, og það er egóið sem menn er að hugsa svolítið mikið og talandi að vera stjórnsamt sko, stjórnsemi að reyna að hafa áhrif Ég er að reyna að sjá fyrir mig samfélagi sko, sem birtingamind svona lýðræði sko. Þetta var algjör snill sko. Það er rosalegt. Já. Bara pælingin sko. Þú ert bara með eitthvað. Ég meina þú veist við þurfum svo lítið sko talandi stjórnsemi, fólk er alltaf að drepast úr stjórnsemi og stjórnsemi er ekki nema 8 sko og ef þú tekur og minna ég held að Brussel þau voru án ríkisstjórnar í 2 ár og það gekk allt bara mjög vel. Ég er að segja það. Þetta að hafa óta sínu tóta eitthvað, þetta hefur svo miklu minna bara miklu minna áhrif þú ræður svo litlu, þú telur því verið að gera eitthvað að hafa einhver áhrif og svo er þetta bara eitthvað sem að fíkur í vindinum sko. Ég var næstu því eftir við fengum Halldóru Mogensen á þessum tíma, þá næstu því ætlaði ég mér að kjósa í fyrst skiptið. Já, mér finnst hún frábær. Já, en svo glemdi ég því. Já, mér finnst hún alveg frábær. Það er ekki margir sem ég finnst frábærir á þingi sko. Nei, hún er geggjuð. Hún er flott sko. Já, veistu með eitthvað? Finnst það bara geggjað. Já. Mér spenntur að sjá hvernig fer með líkið. Út í dansa á kött, uppstoppaðan kött. Já, ég meina þetta ég veit ekki, það er svo margt, ég á alveg nokkur verk sem ég langar að framkvæma sem ég þarf alltaf að bíða, það er bara svo mikið þetta er svo mikið produksjón sem ég þarf að gera til þess að geta gert og ég Er eitthvað meira sjokkerandi en líkið á leiðinni? Nei, ekkert sjokkerandi, það er kannski meira það er meira svona meira rannsóknir kannski. Sko ég held sko ef þetta ætti ekki að vera of þunglamalegt þá þyrfti þetta mögulega að vera dvergur sko. Já, eða bara fíngerð lík, fíngerð manneskja. Náttúrulega best að vera í kona af því að ég er náttúrulega karlmaður og dansa betra. En jú, ég er ekkert mótið gay eitthvað þannig en bara svona visuált. Þú teldur ekkert mótið dvergum? Nei, ekkert mótið dvergum heldur, nei. Amen. Nei, ég er ekki á móti. Nei, ég veit það. Þetta er allt bara spurningum. Kannski músum, ég veit það ekki sko. Sumir eru gjörsamlega, nei, ég er ekkert á móti músum. Nei. Sumir eru bara þannig, þetta er bara, sumir eru gjörsamlega óþolandi. Það skiptir ekki máli hvað tegund eða hvað það er. Og bara flestir eru ágættir. Við erum eiginlega öll ágætt sko. Fyrir utan þessar nokkra sem eru bara óþolandi. Já. Amen. Ertu með eitthvað sko, við förum í svona nokkur orð frá sponsorum svo ætlum við að leysa þið út með gjöfum. Ertu með eitthvað loka orð? Ekkert sem er dettur í hug sko. Nei. Er þetta ekki bara drull? Jú. Nei, ekki? Jú, þetta er allt bara góðum farvegi, þetta er allt bara eins og þetta á að fara. Við höfum ekkert betra skilið.
Nei, við erum ekki betra skilið. Nákvæmlega. Herru, geggja, við ætlum að leysa þið út með gjöfum eftir smástund. Fúsi, þú kannski rétti mér hérna glasamottur, hérna, þessar. Hérna, svo, geggja, svo. Já, einmitt, það er bara flott, sko. Svo ná hérna, svo undirbúa mig hérna. Hvað ertu með hér, maður? Herðu, ok, Þór Þorgríms. Skal taka þetta? Sko, hvar eru við? Þór Þorgríms, þeir eru í ármála 29. Já, okkur langar að leggja áherslu á þessi kork gólfefni hérna. Þetta er seriously vanmetið stöf. Þetta er klikksystem eins og parkett nema miklu meira svona klímavenlíkt. Þetta miklar ekki, mun betri hljóðeinangrun en svona almennt í parketti og mýktin fyrir fæturnar er ómótstæðileg. Við erum að tala eins og þessi prufa hérna. Já. God, sko. Hérna, þetta er sko Þetta er Harmony. Þetta er 3 löga korki, miðjulagið er hert með eins konar plastblöndu sem gefur styrkin. Botnin er hefðbundin korkur og korkur, eins og ég sagði, hann miklar ekki eins og MDF og Crossway gerir. Hann inniheldur svo kallar súberín sem er efni í korkinum. Og má nefna í því samhengi að korktréð heitir Quercus super og þaðan kemur nafnið súberín. Súberín er eins konar lífrænt Gore-Tex. Topplagið í þessu tilfelli er korkur með óslítanlegri slitilmu. Þetta geti leiðið í bónus og þú myndir ekki sjá á því eftir árið. Sko, korkurinn er geggjaður, vanmetinn, cool og hipp. Þetta er algjör snild. Hvað var þar? Mýkt, hljóðeinangrun og útlit. Alright, hann er Þór Þorgríms niður í ármúla. Mælum með því. Svo er það kombucha sem við erum að drekka hérna, eða kombucha. Ég ætla að fara svolítið vallega í hérna að fullyrða. Já, hvað ætlar að fullyrða? Ég hef sagt hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna. Þar hefst taugakerfið. Þarmakerfið er basically ónæmiskerfið. Þannig að það er jafnvægi í þarmaflórunni þá er ónæmiskerfið að virka mun betur. Og svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum. En þetta er út frá eigin reynslu. Já. Þetta er ekki í rauninni, þetta er ekki texti frá kombucha sjálfum, en þetta er það sem ég finn. Er ekki eðlilegast að þú deilir bara því? Jú, ég geri það. Ég sammála því. En það ekki? Hjartanlega. Ég hef fleiri svona sögur, sko. Já, mér finnst þetta róar maðan og mér alveg því. Bara geggjað. Ekki skemmi fyrir hvað þetta er gott. Nei, svo er það gott CBD, Urriðaholtsstræti 16. Það er opið milli 12 og 17, annars bara í vefverslun. Já, heyrðu, shit maður. Við erum með, þetta er glænýtt, Davíð. Þetta er Cosmo Hemps, þetta er full spektrum. 100 milligram af CBD í einni tannkremstúpu. Þetta er geðveikt. Þetta er geggjað. Sko, innihaldsefnin, já sko, tannkremi veitir fullkomna flúorvörn gegn tannskemmdum. Innihaldsefnin viðhalda heilbrigðu og sterku tannholdi og einni ferskum andadrætti. Formúlan inniheldur virk efni eins og kannabíótil eða CBD sem hafa jákvæð áhrif og rauða og pirraða slímhúð. Alatónín sem verndar ólífublaðsþykni sem róar, hefur bólgueyðandi virkni ásamt natriumflóríd og xylitol sem vinna gegn tannátu. Varan er sérstaklega hentug fyrir viðkvæma og þurra munn slímhúð. Inniheldur sódiumflórætt og minna en 0,03% THC. Þannig að þú er ekki skakkur á því að busta tennurnar í þessu. Bustaði tennurnar 2 á dag, 2 mínútur, skóla með vatni eins og maður gerir. Fyrir utan CBD inniheldur varan aðra kannabíóta og terpena. Varan hefur verið prófuð og rannsökuð fyrir innihaldi kannabíótana. Inniheldur ekki súlfött. Ilmurinn inniheldur ekki ónæmisvalda. Náttúrulega litarefninu klórifílin hefur verið bætt við. Geggjað. Þetta fannst upp í búð. Já, og þetta er í alvörinu gott tannkrem. Ég finn á lyktinni, sko. Þetta er ekki eitthvað bla. Veist, ef þetta væri eitthvað blað þá myndi ég ekki taka það fram að það væri ekki blað. Þetta er ekki blað. Umbúðir eru klikkar. Þetta er svona Rainbow Rixu 80s flísar. Þetta er áhrifavalds tannkrem. Þetta er grand. Þetta er flott. Það er ekki? Þú verður ekkert verið andfúll. Nei. Það er nokkuð.
Herru, við erum að afslátta kóða upp í búð og vefverslun hjá Gott CBD og það er með litlum stöðum þvottahúsið, veitir 15% afslátt. Geggjað? Herðu, Þú ferði þetta. gjafir, hvort má bjóða þær? Hringla eða kassala? Nei, það eru bara hringla, það er alveg eins. Hvaða umbúðir viltu fá? Þetta eru glasamóttir frá Þóttfjörgrims. Algjör snild á vinnustofuna. Já, bara hringla þar. Það er miklu flottar. Hefur ekkert valið ferkanta? Nei, sannlega ekki. Nei. Og hérna erum við með CBD handabur fyrir þreytta og slitna listamannshendur. Nú getur við málað eins og vindurinn. Þetta er alveg geggjaðar handabur. Já, með hampurinn vera með þér og með korkurinn vera með þér. Það eru frábært, takk fyrir. Yes. Herru Snorri, Ásmundsson, takk fyrir að koma í Þvottahúsið. Já, bara takk sannur fyrir heiður. að koma. Heiður að fá þig. Mjög gaman að koma. Þú sprengtir skilning mín á samfélaginu. Nú, já, ok, gott mál. Já, Takk fyrir það. Yndislegt. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, og kúl. Þóttfjörgrims er stoltur styrktaraðili Þvottahússins.